Bam, bam, bam. Þetta alltaf sama að sagða, maður kemur upp tjúnaður inn í þetta Já. og stefi nær okkur niður. Já, algjörlega, hvað ertu núna á 30 guttunni? Ég er... Svona 40 bara? Nei, ég gæti að koma inn á þennan á sko fjórföldum hámarkshraða. Já, ok, já, það er allavega næg að taka í Já, þetta náði mér alveg... Í 13 dagsins. Já, þetta kerði kúpningun í botn og reif mig af bensíngjöfunni, sko. Já, heldur betur. En... Getum við ekki túna með hérna? Jú, hérna er ég að detti. Hvernig er Lavazza núna? Hann er volkur, vel volkur, milli lærana. Já, ég sé það bara, hann sót svartur hjá það núna. Já, og... Lavazza, ég var sjálfur að hendi með þetta skruf. Það er náttúrulega svona staðalbúnaður. Já, velliðan í vör. Skruf og Lavazza. Vaffin 2, velliðan í vör. Velliðan í vör. Þetta er upp and coming núna, skrufið. Skrufið. 18+. Og ég hef heimildir fyrir að þetta verði mest selda velliðan í vör á bræðslunni helgina. Já. Og við byggjum að sjálfsögðu að heilsa austur á bræðslunni. Já, að sjálfsögðu. Þú eru aldrei komið þangað? Mína kærustu kveður? Nei, það er landslutin sig á eftir. Já. Ekki austar en Höfn. Var ekki gaman ef fólk á bræðslunni myndi taka þig helgina? Jú, til að fóra að sjá Austfjörðina. Ef einhver er að hlusta sem verður á bræðslunni, þá bara endilega taka mig. Myndir af Arnar og skruf í stóri. Svo ég sjái þetta undurfagra landslag þarna. Já, ég byrja að heilsa austur. Já. En einhverjum fleiri bæjar, er ekki hérna Mærudagar og Húsavík? Ég er náttúrulega bara með augun á þjóðhátíð, sko. Já, þú ert komið þangað? Já. Þar verður maður í... Skruf á kvöldin Skruf á kvöldin og, já. Og Lavazza á daginn? Lavazza á mótana. Já. En það, já, það er bara stemning. Ég hlakka mikið til. Ég og Aron verðum þarna á gítarnum og það verður alls konar stemning. Já. Meira það síðar, kannski? Meira það síðar. Já, frábært. Heyrðu, hvað maður róast niður að koma hérna þjættupakki í dag. Já. Samt ekkert svo. Sko, ég er eiginlega ekki með neitt svona konkrétt. Það er bara svona nokkra fréttir sem ég langar að snerta á. Og það er svona, ég náttúrulega rak augun í fyrst til að byrja með að notkun hérna engaþota. Hún er að aukast. Já. Þrátt fyrir Parísarsáttmálan og allt þetta sem að... Þannig að það eru bara engar hömlur á þessu. Ég ætla ekki að snerta á því, en þetta svona svolítið sko, finnst mér summeru upp. Ég held ég að þessi heimskustu ummæli í frétt. Bara í langan tíma, það var í gæri eða fyrir dag, einhver að segja að loftslagsvandinn lægi á okkur sem neytendum, sko. Já, var einhvern veginn komið því frá okkur sem að... Já. Ég held að sé bara þvæla. Ég held að, þú veist, við búum ekki við neina kvaðir af hálfu stjórnvalda sem neytendur að, hérna, þú veist, þetta er náttúrulega val hvers og einn, sko. Sko, það er met enga flugvélar að koma. Það er örugglega verið að slá eitthvað met hvað við erum að fara til útlanda að leika okkur. Við erum búin að kaupa hérna, hvað heitir þetta trailerarnir? Hjólhýsi og húsbíla í massavís. Að drekka bensíni. Við erum ekki með kolefnisbókhald. Það er talað um eitthvað kolefnisfótspor sem hefur verið algjörlega lagt á fyrirtæki. En frétti gekk út á það að það væri búið að leggja þetta á okkur. Sem að basically spáum ekkert í þessu. Ég held ég hef ekki hitt einasta einstakling frá því ég fættist sem sagði að hann hefði svo miklar áhyggjur af kolefnisfótsporinu sínu. Já, hann er alltaf lofslagskvíði. Ég hef reyndar heyrt það og ég held að það sé alveg faktað, sko. Já, og það er, þú veist, ég ætla ekki að segja að ég sé með loftslagskvíða, en þú veist, það er svona, það er eitthvað í haustum á mér sem er bara svona þegar ég sé eitthvað ógeðslega heimskulegt eins og bara vera að dæla olíu í stríð, þá bilast ég. Hér er bara verið að ganga á auðlindir jarðar í einhverju svona jafn heimskulegu tilfelli og stríðir, sko. Já, bara á móti sólinni. En það þetta sé lagt á okkur er þvæla. Ég held þetta líka fyrst og fremst á fyrirtækjum sem er að taka á sig aukinn kostnað. Og það er líka, ég held að 80% bara heims carbon emissions séu á hérna höndum stóriðja og fyrirtækja, sko. Það er bara staðan. Þannig að við neytendur, þú veist, svo er það, ég meina... En sorry, ég ætla ekki að stela punktunum. Þetta bara kom svo inn á að hvað sagðirðu, 900 engaþotur? Nei, það eru sko á síðasta ári voru skráð hérna flugtök, engaflugvila, 3,3 milljónir. Já. Allt kolefnisjafnar gerir ég ráð fyrir. Já, ólíklega. Á leiðina á einhverja ráðstefnur í París. Þau rekja þessa auknu eftirspurn til mikillar auðsöfnunar, sem er bara í rauninni út af, já, þú veist, auðsöfnunar, þú veist, ok, hvað gerist í COVID? Hvað hækkaði ekki í COVID, skilur? Það urðu bara 100 milljónamæringar til á dag í Bandaríkjunum, sko. Já, ég er með milljónamæring vikunar og ég var svo sem ekkert að segja hvernig ég tók. Ég ákvað að taka bara múskaran. Já. Elon Musk. Já, hann er náttúrulega, hann er miljardar og, þú veist. Já, á ég að
skúbba Hann er biljónamæringur á íslensku Á ég að skúbba? Já, hvað er með það? Hann var metinn á 27B 2020 Já, Byrjun 2020, býtu 150 í lok 2020 Shit Vá, COVID var svo slæmt Þetta hlýtur að vera stærsti winner of COVID Já Nóvember 2021 Semst á 1,5 ári Já, þá var hann komin upp í 200 Nei, þá var hann í 300B Já, Nóvember 2021 Það er það sem hann fer hæst Þannig þú sér það á, hvað er þetta Byrjun 2020, hvað er þetta 23 mánuður tæplega Já, sem að hann fer úr 20 já, það er upp í 300 Það er ruglað, sko Já, og allir þetta sé ekki Og bara þetta er svolítið náttúrulega staðan þarna Þetta er náttúrulega bara Tesla Hún bara spækaði, Tesla stokkurinn, sko 75% af hans auð er Já, bundi í Tesla bundi í Tesla Og sem að er ekki ennþá farið að skila hagnaði Og Nei bara, var það ekki málið það? Ég reyndar Ég kannski Þór ekki að fara með það, nei Það var kannski SpaceX, sko Já, það er náttúrulega bara mikið að styrkjum og eitthvað þannig Ég sá reyndar, sko Já, neini, Tesla er náttúrulega líka Tesla er með risastóran part af tekjum og í að selja carbon credits bæði í kínverska kerfinu, evrópska kerfinu og hjá Kaliforníu Þannig að það er eitthvað styrki Þeir eru hérna hagnast Ég er að rugla Þetta er bara, ég afsaka þetta Já Býtu, hvað var það sem að var Já, ég man ekki En þau eru allavega langt verðmætari á markaði Þú veist, fattar þau heldur en bókhaldi segir til sko. Já, akkurat Þannig að, en svo náttúrulega með Elon Musk Hann, náttúrulega, nú er hann í vesinni Hann er yfirlýsingaglaður Já Hann er talsvert yfirlýsingaglaður Ætlaðu að taka þá frétt eða? Nei, ég ætla bara svona að dreipa á því eins og ég segi Það er nóg í fréttum þessa dagana og, þú veist, og hann náttúrulega kom með þetta kauptilboð eða yfirtökutilboð upp á 44 milljarða Já, takk til recap Heyrðu, ég þarf að flagga einu, sorry Já Ég er hluthafi í Twitter Það? Já, ég nefnilega Fórstu inn á Interact? Nei, hvað heitir þetta? Nei, Saxo Sko, ég skal bara, verður maður ekki að upplýsa allt svona í hlaðvarpið Jú Sko, við erum að tala það persónulegu nótunum hérna Ég er búinn að vera að kynna mér þetta mjög mikið og er á newsletter hjá einhver svona value investor Já Og það ekki talað annað en kannski skúp frá þér En að dómstól í Delaware, hvað hann er harður Já Að þau munu láta hann kaupa þetta Og kaupverði er $54 Shit Ég stökk inn og keypti á $39 Þau eru í 7 bréf Þau eru 39 núna Fóru lagst hérna niður í sýnist mér Hvað 32? Já Svona cirka Þetta er kallað Fóru náttúrulega upp í þetta 52 eða eitthvað Þetta er kallað merger arb Já Ég er að betta á það að hann verði látinn kaupa á 50 54 Það er 25% hækkun Já, svona 30% cirka 24 En þannig ég haldi áfram Þetta eru 7 bréf á 39 Já Þannig að heildarvirði $278 Þetta næri einhverjum kísukúlum en ég verð bara að segja ég er háður, ég er ekki óháður í þessari yfirferð En þú veist, ef hann kaupir, þetta mun spæka Það er bara, ég trú ekki öðru og langt umfram þetta kauptilboð Sko, hann náttúrulega, þetta var 44 milljarða yfirtökutilboð Hann dróði tilbaka núna í byrjun mánaðar vegna hann taldi að Twitter hafi verið að með einhverja leynda Sko, þau upplýstu ekki fjölda Leyna upplýsingum Já, hann vildi meina að hann hafi ekki fengið fullnægjandi upplýsingar fjölda fake accounta og þarna botana Já, en það er samt, er það ekki svona cheap Þú veist, hann er bara að draga tilbaka Hann er svo svona, hvað sem að, hvatvís Það er hvatvísasti maður bara sem fyrir finnst í fjölmiðlum, sko Segir bara og gerir það sem hún sýnist, sko Svo hefur hann verið bara með einhverja PR-aðgjafa sem hei, þú verður að bakka út úr þessu núna Ég fyrir vettlingatökum hann á eftir sko, en það ég er með smá kommentari þetta hann er náttúrulega bara nettbílaður Já, og hann er búinn að vera kall eftir því að fresta þessum réttarhöldum hann er greinlega eitthvað stressaði kallinn sko. Já, sko, hann var að fara fram á þessu fresta fram í febrúar Já, það er 8. september Hann fekk vist dómara sem er held ég með 2 ára starfsaldur og er ekki talin líklegt til þess að gefa sko tommu eftir út af því að það er verið að tala að hún vilji sanna sig bara þú veist út af því að En hvernig endar hún á svona máli? Einhver með 2 ára starfsaldur ég held að það í svona stóru máli þetta er eitt af stærsta bara í fjármálaheiminum Já, en fyrir þeim er þetta bara business as usual þau eru með svo ríka kröfu á það að lögun sé fyllt þarna í Delaware þar sem ég meina Tesla og öll hinn fyrirtækin hans eru skráð í Delaware og það er talað að hann eigi helviti mikið undir því að
ef hún neyðir hann til að kaupa eða dómurinn segir bara, heyrðu, þú átt að kaupa þá basically eins og mér skilst eiga þau bara geta gengið í önnur bréf hjá honum sem eru skráðið í Delaware, þannig að hann er í ansi erfiðri stöðu sko. Þetta hljómar ekki vel sko. Nei. En já, en svo bara til að loka þessari frétt sem ég talaði með flugvélina enga þóttunar þá sem sagt líka verið að rekja þessa auknu notkun segi vegna slakara aðhalds fyrirtækja þú veist í faraldrinum gagnvart flugi já. Í svona einhverjum þóttum þannig að þú veist ég veit ekki, þetta ekki eitthvað svona hálf fáránlegt að þetta sé að aukast erum við ekki komin á þann stað núna í þessum Parísar sáttmála að það eigi að vera settar einhvers konar kvaðir á svona það er erfitt, þetta er erfitt, þetta eru einkaaðilar þú veist, það er erfitt að vera að setja einhverjar hömlur á það en ég veit ekki, þú veist, þetta er steikt þróun, finnst mér bara til að koma þess inn á, sorry hún heiti Kathleen McCormick dómarinn já, hún kom inn 2018 já. En hún er fyrsta konan sem sagt female chancellor Delaware history já. Og kannski er þetta eitthvað svona symbolic, svona eitthvað táknrænt já, ég veit það ekki sko, ég meina hún virðist vera helvíti hæf hérna úr Harvard Notre Dame Law School vann sem lögfræðingur heil lengi og eins og ég segi, þú veist, það er bara svo ríkur réttur hann í Delaware gagnvart fyrirtækjunum sko að þau eru ekki að fara að láta einhvern buffoon á Twitter koma og ætla að leika sér aðeim sko. Og þá allara síst hún Chancellor Kathleen St. Jude McCormick við hlutafar í Twitter býðum allavega spennt að sjá Þú heldur með henni? Ég held með henni og bind mikla vonu við hana Eru þið eitthvað fleira? Já, það er svona ýmislegt já, það var náttúrulega stórmerkileg frétt að Evrópski seðlabankinn, hann var að hækka vexti í fyrsta sinn í 11 ár þeim, þú veist, þeir hafa bara farið lækkandi síðustu 11 ár eða haldist flatir svo að vera að hækka það núna og þetta er náttúrulega bara einhvers konar fyrirbóðum að, þú veist, við erum það er krísa það var náttúrulega bullandi hækkun í kringum hrun þarna alþjóðlega fjármálahrunið eins og við munum og það hefur svona lítið verið hækkað síðan þá en nú er þetta byrjað allan að síðastliðin 11 ár já, ég hef sett bara lítið sem er bara ekkert þannig að, þú veist botlaus peningaprentun þetta er krísa, it's real en ég ætla nú svo sem ekkert að vera með eitthvað töðu við því það er bara heilbrigt að hækka vexti þegar svona árar er þetta ekki leiðréttingin sem að margir er að tala um Jú. En svo er náttúrulega auðvitað sjálfsögðu ein frétt sem við verðum að dreipa og sem er búin að vera svona dálítið hitamál vikunar og það er vinnur okkar Gummi Kíró og Lína Birgitta með glerugun þar sem að einhver aðili á Twitter sakar þau að vera að kaupa vörur af AliExpress akkurat og nú veit ég ekki sko hversu hlustendur eru vel af sér í þessum efnum en ég get svona lofað ykkur því að ég ætla ekki að alhæfa en þú veist það er allavega ágætis hluti af þeim íslensku vörum sem þú sérð í hillum og svona kannski matvörubúðum eða fatabúðum eða öðru er mikið það sem heitir í Kína private label eða white label og þetta er bara mjög algengt módel bara allstaðar í heiminum þar sem að fólk pantar vörur á netinu, merkir það sjálfu sér og brandar sér þannig sko. Akkurat. Þetta er alltaf að færast meira og meira í aukana og þetta er náttúrulega mikið frá Kína og það er í rauninni bara það sem er að gerast þarna en þú getur vissulega hannaðu sjálfur að einhverju leiti og svona jari sem er væntanlega eitthvað dýrara ég veit ekki hvað þau eru að gera þau segjast að hannaðu sjálf en einhverjir ganga það langt að taka bara þú veist treyjur frá Kína bara einhverja treyju, merkjana sínu merki sömulegis bara með matvæli og annað skilur og þetta er ekkit launungarmál skilur þú veit að vita þetta alveg margir ég myndi halda það finnst mér þetta svona full mikið fjadrafóki kringum þetta sko þetta er, en þú veist ég fann hérna
luxury brands made in China, Já, Prada, Dolce, Burberry, Já. Marc Jacobs, Armani, Mulberry, Louis Vuitton. Þú veist, þú sér það, þú veist. Kína bara framleiðsluland heimsins. Burt sér hvað okkur finnst það. Já. Og ég meina iPhone-ir að mestu leiti búin til í Kína. Já, og þú veist, einmitt. Teslur, allur fjandinn. Einmitt. Annað sem skemmtilegt, sem að, ég man, þegar maður fyrir fatabúður hér á landi, það alveg stóli úr með hvað brandi hér, það bara, segjum bara Tutto Fromaggi. Já, við skulum ekkert vera að nefna einhver svona jakkaföt sem maður búin að vera... Fólk getur kynnt sér þetta mjög einfallega, bara hvaðan þeir vörur koma. Já. Það datt úr með punkturinn, þú veist, út af því að við erum bara basic, það voru föt, eitthvað Tutto Fromaggi eða eitthvað, þegar maður er alast upp sem gutti, kaupið fermingafötin, bara svona, þetta voða fínt, svo líða nokkur ár, maður fyrir að googla þetta er ekki til, til einhver segir manni, heyrðu, það bara ein verksmiðja í Belgíu, sem býr til bara 80% af öllum jakkafötum sem þú finnur í þessum búðum hér á landi og fleiri stöðum. Þetta allt gert í Kína. Ok, það svo sem ágætis efni tekið í þessu Hollandi, Belgíu, Ítalíu. En svo bara sett einhver nöfn á þetta. Og þetta sama með sólgleru. Hvað heita þau þarna? Ray-Ban. Þau eru búin til á Ítalíu og í Kína, meðal annars. Þannig að þetta bara, ef fólk allar vera með fordæmi við þessu, þá Já, ég meina að þú veist, og svo, ég held að bara mest af íslenskri framleiðslu auðvitað einhverju leiti erlendis frá, sko. Já. Þú veist, hvort sem þessi Belgía eða Kína. En það svona, þessi AliExpress stimpill hansi neikvæður og margir með fordóma. Málið að það hægt að finna allar vörur sem þú finnur frá þessum private label byrgjum og öðru erlendis, eða framleiðendum. Þú getur séð þessar vörur allar á AliExpress, sko. Bara undir einhverju öðru merki. Og þannig það bara. Og þetta bara tricky. Það annar reyndar sem tricky við að framleiða í Kína. Ég og 2 félagar mínir vorum að framleiða og selja á Amazon. Þú hefur framleitt 2016. Og við fáum þetta bara hérna beint í æð. Já. Og það var ekki á Ali. Það sem við vorum að gera, sem að hétt Skeggsvunda. Svakalega fín. Já, þú komst með það maður. Já, ekki ég, Gunni Hönnur, hann hendi þessu saman. Við tökum myndir, hann hannar þetta, gerir þetta, framleiðum úti og erum að selja. Og áhugaverða að áður en við vitum af, þá þessi hönnun og okkar módelmyndir komnar út allt, bæði á Alibaba, sem þú veist í rauninni wholesale síðan, og AliExpress. Og þetta náttúrulega líka, þetta tvíeggja sverð að fara þarna til að sækja ódýrustu framleiðslu. Því að þeir eru uppistaðið, þá veist alltaf að framleiðandinn vís til þess að fara í samkeppni við þig. En þetta bara sem að veðjar á með business, það bara annað kúltúr. Þannig að það má í rauninni segja að Alibaba hafi stólið af ykkur. Í rauninni. Því að það var upphaflega tweetið, eitthvað ég trú ekki að Alibaba hafi stólið hönnun frá Gumma Kíró og Jú, ég meina þetta bara... Þú veist, og það var actually þannig í þínu tilfelli. Já, við lentum í þessu og það bara eins og það er bara sem maður lærir af því að prófa fyrir sér í mismunandi business. Þannig að ég held að það sem þú þurfur að byggja upp í þessu ansi sterkt brand, því að þegar uppi staðið þá helvíti mikið af þeim vörum sem við erum að kaupa og teljum við einhvern luxus, bara framleitt í sömu verksmiðunni og eitthvað sem ekki talið luxus. Og það ekkert sjálfgefið að svona, þú veist, verði að einhverju brandi, skilur ég meina, þú veist, við höfum séð Nóra úrinn sem að Óli Geir var með. Hann fékk náttúrulega svipaðan hitta á sig. Það fór illa. Og það reyndar talaði hann eins og hann hafi verið að hanna þau sjálfur, sko. Bara sama saga kannski. Já, en maður veit það ekki. En svo líka bara dæmi Íslendingar sem eru bara að kaupa af AliExpress og endurselja hér. Fá ekki sama hita, þetta bara svona vottur af heiti líka. Ég veit eitt þannig tilfelli og þetta AliExpress þú veist, það þetta 1000-falda verðmiðan á sig í sumum tilfellum, sko. Já. Það bara staðreynd. En þú veist, þau eru bara... Þetta algengar en fólk heldur og þetta bara í hverju heimshorni, þetta. Svo ekki sé minnst á einmitt þessa fínu merkjavörur sem þú varst að nefna hérna áðan. Allt framleitt í Kína. Þú sér það. Yes. En allavega, nóg það. Já, burt með þetta. Ég ætla að fara að léttari næturnar. Já. Nóturnar. Já. Ég fór í fyrsta Deep into Skemman. Já, ok. Það var einhver að biðja það. Já, þetta nú eiginlega fyrir hann Jónas vinn minn úr boltanum, sko. Hann búinn að biðja hvenær fæ ég Deep into Skemman. Síðan ég myndist á það í fyrsta föstudagskaffinu. Og ég datt inn á alveg frábæra ritgerð. Hún síðan í desember 2021 eftir einhvern Höskuld. Og
Þegar ég fór að skoða eftir á, þetta hann Höskuldur Gunnlaugsson held ég. Ég fór að velta fyrir mig hvort það væri fyrirliði Blika, top of the league. Allavega ef það ekki hann, þá það allavega nafn hans. Ég held að hann sé fættur sama ára ég, eða hvort það sé 1 ár yngri. 93, já, 94. Ég sé hann fættur 94. Er þetta 27. september 94? Við erum við með kennitöluna, það stendur nefnilega bara Það gefur leitt á skemmunni. Herru, þetta hlýtur að vera, Höskuldur Gunnlaugsson, 1994. Já, þetta ég varst að sé annar Höskuldur Gunnlaugsson fættur 94. Já, ok. En á með skemmtilega ritgerð, sko. Tækifæri lítilla og meðalstóra fyrirtækja á hliðar markaði kauphallarinnar. Já. Svolítið svona kom inn á það. Nett skot hann á lífeyrissjóðuna á einu hluta. Já. Upp á að kosti við ættum ekki að fá að ráðstafa meira af okkar eignum í staðan fyrir að vera að borga fast í lífeyrissjóð. Ég upplifði þannig að það sé ekki orður rétt sagt frá honum. Við getum farið að ráðstafa meira af okkar peningum í mögulega minni fyrirtæki væri að fara á einhverju svona hliðamarkaði. Og það hann að viðtal við okkar menn í SS, það sér að rökstiði af hverju þeir eru á First North sem til dæmis hliðamarkaði. Sem væri einhvers konar hliðamarkaður, eða ekki? Jú, er. Og svo talar hann við Big Guy Play. Og svo sem ágætis rök fyrir af hverju þú ferð þarna en ekki inn á aðalmarkaðinn. En það sem náði mér í ágripinu hjá honum var þessi setning: Kauphöllin, bara eftir hrun, var í þessu ástandi líflaus og fráleitt nothæfur vettvangur fyrir fjármögnun lítilla og meðalstóra fyrirtækja, allra síst nýrra. Hann segir þarna, líflaus og fráleitt nothæfur. Fráleitt, það er gott orð, sko. Já, í ágripinu. Hann að fanga menn eins og mig, svona skemmufíklar. En ég ætla nú eiginlega ekki að vera að reyfa ritgerðina, hún góð. Þetta spennandi, sant. Annað sem var mjög nett og held ég eimstæmi, líklega met íslenskri BS-ritgerð. Hann segir orðið sjónarhóll 3 sinnum á fyrstu blaðsíðu. Já, það er áhugavert take. Já, þegar þú veist. Hvað segir hann þá sjónarhóll eða beygir hann það eitthvað? Já, það er byggt, sko. Ég skal bara taka hann segir, sko, ástæðunar margvíslegar. Annars vegar má greina þær út frá sjónarhóli fyrirtækina. Hendi svona. Við viljum ekki þetta, eða það? Já, ok. Fyrsti sjónarhóll. Svo kemur. Frá sjónarhóli lítill og meðalstóra ræðu vilja til að leita til fjárfesta. Já, tvísvar. Og svo næstu málsgrein. Út frá sjónarhól fjárfesta er spurningin auðvitað svo hverjum hendar og hendar ekki að fjárfesta. Takk fyrir það. Svo kemur 4. sjónarhóll á blaðsíðu 40. Þetta fínasta ritgerð, ég mæli með henni, hún er mjög ástæðan. Þetta er spennandi. Fyrsta dýpindur skemmar búið að láta. Er þetta BS eða Master? Þetta er BS. Þetta er BS, ok. Bara drullu fín. Já, skemmtilegt, spennandi. Já. Hlakka til að lesa. Já, mælum með þessu. Þetta er skemmu ritgerð vikunar. Þetta er skemmtilegt. Þú kemur, kannski þetta verði bara vikulegum lið. Já, ég er ekkert að ljúga með það. Ég dett inn á skemmuna á til og les ritgerðir. Ég líka, þú veist, ef mér vantar að vita eitthvað bara svona á mannamáli dálítið, þá eru BS-ritgerðir oft mjög góðar til þess. Sko, líka það sem að fólk veit ekki þá þegar það er í skóla og leggur mikið metnaði að skrifa þetta er að eftir á hvað þetta skiptir ótrúlega litlu máli. En samt, þú veist. En þetta er gott fyrir okkur sem lesum. Klálega. Og í rauninni bara fyrsta flokks heimildir og heimildavinnu. Já, ég hef lesið heimspekiritgerð, sko. Já, ég hef ekki gengið það langt. Nei, BA reyndar er það. En ég hef dottið inn á þetta og frábær vettvangur til að fræðast eitthvað svona á mannamáli. Já, ég ætla að taka þetta fyrir áfram. Heyrðu, á ég að halda áfram, klár 1, fyllibitta vikunar. Nú ertu komið með fyllibitta og skemma vikunar, fyllibitta og svo ertu með milljónamæring líka. Já, fyllibitta vikunar er nefnilega líka Höskuldur Gunnlaugsson. Nú? Nei, ég er að tjóka. Það er Per Hækkerup, ráðherrann sem ég nefndi í síðasta þætti. Ég ætla bara að adressa þetta. Býtu nú við, hvað var það aftur? Sko, ég kom aðeins inn á þetta. Þetta er þjóðsaga í Danmörku og eiginlega gaman saga í Noregi. Já, sem sagði af sér. Nei, sem á að hafa, sagan er þessi, að Per Hækkerup árið 1965 þegar normenn og danir voru að skipta Norðursjó bara með tilliti til, bara eins og við vorum að víkka landhelgina þá hafa hann verið fullur í Oslo á viskifylleri og bara skrifað af sér stærstu olíuauðlind normanna og þetta er bara það hlýtur að vera mesta djamviskubitt setni tíma sko. Ef þetta væri alveg 100% satt þetta er sagan 1965, hann var just vel í því og nokkuð gaman og þetta er þjóðsaga ándjóks, það er til helviti mikið heimild með þetta. Það er ekki samt hægt að afturkalla svona Nei, og sko, sonur hans sem endaði að vera líka stjórnmálmaður fekk bara sagnfræðing, sko, upprunlega sagan fyrir á kreik þegar sagnfræðingur upp úr 1990
birtir þess að greinum að hann hafi bara verið fullur í Oslo þegar hann skrifaði upp þetta sonur hans og fjölskylda sem bara voru búin að lifa undir því að hækkar upp eða hikkar upp nafnið alla þessa tíð og væri bara fyllipitta þau réðu semast annan saksfræðing bara til að kryfja málið og aðdraðin á þessum samningum var 7 ár þannig að það talað að þetta var bara dropi í hafi þegar hann var fullur í Oslo að skrifa undir því að þetta var rauninni búið að vera lengi í bígerð sem bara samkomulag bara búið að vera heilmikill aðdraðandi að þessu já, akkurat en þetta manstu það alveg fyllibiti músant manstu hvað eð í brentolíunni stóð fyrir? Í brent? Já, þú varst að segja okkur í síðustu viku hvað brent, krút? Það er ekkert í brent Nei, þetta eru þetta eru svona hafsvæði, skiljum. Já, ég held að sé þetta hafsvæði sem hann afsalaði sér eða? Já. Ok. Já, í raunin ekki, ég meina þetta var bara, nei það er etífið, það er ekki það, þetta var hana. En þú veist, þetta er bara samningur sem tók 7 ár, milli Norðmenn og Dana og litið tilbaka, þá áttu Norðmenn bara fullan rétt á þessu með við línuna sem var skipt. Það vill bara svo til að gaurinn sem mætti að skrifa undir var fullur og tók allan hitan. Þannig að það var fyllibitta vikunar. Já, og fyllibitta hvort hún var. Veifa pennanum þarna. Það er svakalegt fyllibittumúf. Sko. Já, líka bara fyrir fjölskylduna, börnina sér alveg upp við þetta og svo endanum þurfa að bara borga einhverjum sakfræðing til að kryfja þetta. Gaman að þessu. Leðilegt. Gaman að þessu. Já, ég á ég bara að halda áfram með það. Þú ert búið með fyllibittu vikunar. Já, þá er það bara milljónumæringurinn. Nema þú vilji skjóta einhver inn í. Svo, ég ætlaði nefnilega að hafa milljónumæringin í búði aukakrónuna. Já, það er svoleiðis. Ég var stökkun á það. Við erum náttúrulega kominir í samstarf. Við Landsbankann, aukakrónur. Og það er náttúrulega gífurlegur heiður. Já, mikill heiður. Og það sem að ég er að plotta þessa vikuna. Nú erum við að fara í smá frí. Það er þáttur á þriðjudag. Svo ætlum við að leggja land undir fót. Þú fer til Eyja og ég er að fara austur. Og ég er að fara að gera svona kort þar sem ég ætla að koma við á skemmtilegum stöðum og safna fyrir jólainnkaupunum. Þannig að ég er búinn að vera að spotta þetta hérna. Ég ætla að fara á gistihúsi á Egilsstöðum, fá 5% tilbaka. Ég ætla að fara hjá Marlín á Rauðafirði. Já, geðveikt. Frúin vill gista á Hótel Framtíð á Djúpavogi. Og þarna fáum við alltaf 5% tilbaka hjá aukakrónunum. Ef við að kíkja á hvað þú farið í Eyjum. Maður sjá, Vestmannaeyjar. Og sko, til að útskýra hvernig kerfið virkar, þú þarft ekki að virka neitt. Ef þú ert með aukakrónukortið, þá mætur þú bara á þessa samstarfsstafiði. Nákvæmlega. Þú borgar og þú fær bara inneign, ekki endilega í lokás, hún er laus bara hvenær sem er. Nema, triksið er að eyðin í lokás í jólainkaupin. Það er náttúrulega emitt, nákvæmlega. Og þau láta vita, þau ringi út. Já, þau ringi út í fólk. Ég sá myndbandið á netinu, ekkert eðla vel gert, sko. Ringja fólk og láta það vita. Já. Þetta er stórkostlegt hjá Landsbankanum. Ég mun eflaust nýta þetta í Vestmannaeyjum. Já. Og það er eins og fullt af flottu stöðum þar. En þetta er bara eins og goði æðstiprestur innan bankan segir. Aurar fyrir aura, krónur fyrir krónur. Og við byggjum það á trúalegum gildum. Algjörlega. Heyrðu, á ég að taka bara ílónin? Já. Hentu þér í möskaran. Eigum við að krifja þetta Twitter-mál eitthvað meira? Þú varst búin að koma inn á það. Já, þú veist, nei. Þetta er bara fyrir dómstólum. Við vorum búin að taka þetta fyrir í svona þáttum hjá okkur í föstaskafinu. Já, þeir vita sem vita. Það má segja að við séum búin að rekja sögu þessa máls. Já, í raun. Þetta voru að minna mig bara svona fyrstu þættinir, fyrstu 2, 3 eða eitthvað. Fór í þetta. Hefði verið spennandi, en hann er eitthvað að drulla á sig með þetta. Kallanginn. Á ekki bara tækla hann? Jó. Sko, hann er fæddur 1971. Hann er ekkert íkja gamall, þráttu verið að ríkasti maður í heimi. Það er 51, emitt. Já. Og búin að fara í hárigræslu. Það sem við, nú. Já, sást ekki, hefur ekki séð myndir á honum hérna með kollveikinu upp á Jú, þegar þú segir það bara upp á 2000, þarna þegar hann var í öllu. Það er til einn fræg mynd á honum hérna, þar sem hann fyrir fram á tölvu, hérna þegar hann var nýbúin að selja PayPal eða eitthvað. Já. Þá er hann bara komið kollveik bara halva leið upp á hvirfil, sko. Já, það er ekki spurning. En sko, það er engin vítamínkúr sem bjargaði þessu, sko. Það er eitt sem við erum alltaf að horfa í hjá þessum frumkvölum okkar. Já. Og þú ert nú farin að þekkja þetta. Já. Hvað voru þeir að braska á skólaárunum? Já. Það eru elementin sem við sækjum í. Já. Hvað ert að gera fram að 20 til að búa til peninga? Hann var aktífur þá, sko. Já. Og kannski ekki svo, en hérna
hann var nefnilega snemma að byrja að fikta í forritum og forritaði sem fyrsta tölvuleik 12 ára og bjó hann til og seldi á $500. Þetta árið 1983. Þetta viljum við sjá. Já. 83, já, hann 12 ára þarna, já. Svo hitt sem ég víkað eins og með skólagönguna sko, ég glimti reyndar að krifja þetta aðeins. Hann að hluta til alin upp í Suður Afríku. Já. Pappans og mamma voru nokkuð auðu, mamma svo Kanadabúi. Já. Pappans var, ég heldur samt að þetta hafi verið bara svona efri millistjætt eitthvað, þetta var ekki auðfólk eins og hann, sko. Nei, ekki eins og Pappans var verkfræðingur og... Já, vel gefinn, segjum það bara, svona middle class og voru mikið að ferðast og fleira. En svo gerir hann það, sko, hann vill komast í Bandaríkjana í skóla, kringum til vítugt, þannig að hann flytur til Kanada sem eitthvað milliskref og kemst síðan inn í Stanford. Hann 2 daga í Stanford sem sagt, ég þarna á Silicon Valley eða Palo Alto eða bara í kring San Francisco. Eitt virtasti háskóli heims. Já, akkurat. Hann 2 daga þar áður en hann segir bara, heyrðu. Þetta ekki fyrir mig. Nei, þetta ekki fyrir mig, þú veist, það einhver internet hagkerfi, bóla, fyrirtæki að springa út hérna, ég þarf að taka þátt í þessu. Þannig að 95 stofnar hann fyrsta fyrirtæki með bróður sínum og einu með 2 öðrum. Og það hét Zip2. Já. Og ég reyndi að kynna mér þetta, sko. Það kemur fram að þetta hafi verið city guide fyrir blaðabransan. Já. Það segir sköffu upplýsingar kort, vegvísi og yellow pages fyrir dagblöð. Var það ekki keypt af Yahoo? Nei, það var keypt af... ég var að skoða þetta. Flettu upp, Zip2. Allavega, já, svo kom líka með að þetta var eitthvað dynamic að auglýsendur gátu tala beint við kaupið, þú veist, þetta var einhver veflaust fyrir blaðabransan. Já. Allavega, þeir selja þetta 99 og hann fekk $22 million og átti 7% í fyrirtækinu. Ertu búin að finna það? Zip2? Já, þetta hérna sko Compaq kemur fram. Kaupir þetta? Já. In 1999, Zip2 was bought by the computer manufacturer Compaq for $307 million. Ok, PayPal and SpaceX kemur hérna undir samt, ég skil ekki okkur það Nei, ok, ég held bara frá. Þetta svo náttúrulega átti MuskX.com. Ég að koma inn að það, já, þú veist. Pældi það að ná því léni. Já, og það kemur tvisvar við sögu. Hann nefnilega sko, ok, sorry, ég skal halda fram. Ég veit hvað var. Þetta 99. Þetta sama ár og hann selur sem sagt Zip2. Hann nýorðinn milljarðmæringur fyrir 2000, fyrir aldamótin. Slaka svona maður á og fyrir frí. Nei. Þetta hugsjónamaður. Stofnar X.com sem var svona fjármálafyrirtæki og netþjónusta, ekki ósvipa PayPal, bara greiðslulausn eða greiðslumiðlun. Sama ár, hann fékk einhverja fjárfesta með sér, þeir töldu hann of óreyndan, þannig að þeir replaceu hann sem framkvæmdastjóra. Já. Og árið 2000 þá sameinast þeir öðrum keppinaut sem heitir Confinity, eða hét Confinity. Já. Sem var í eigu Max Levchin og Peter Thiel, sem eru 2 aðri jöfrar eða chefar sem mætti fara yfir síðar. Já. Og þeir áttu undir Confinity fyrirtæki sem heitir PayPal. Þetta var mergeað, sem sagt PayPal, X.com og Confinity. Í sameinaða fyrirtækinu var Muskarinn að framkvæmdastjóra, lenti síðan í rifrildi við Thiel, Peter Thiel, yfir einhverju strategíu með hvað hugbúnaðir ætti að nota. Thiel hætti, en fekk síðan fjárfestana með sér í lið, kom aftur og Musk var sparkað. Já, en... Þannig að hann vann orustuna, en tapaði stríðið. En Musk var ennþá, þú veist, hluthafi. Já, þetta upp á 2000. Fjárfestarnir keyptu hann ekki út hann. Nei, hún var bara sparkað sem framkvæmdastjóra. Hann var samt áfram stærsti hluthafinn, átti held í 11%. 2002 selt á $1,5 milliard til eBay. eBay var það. Ég var að hugsa Yahoo, þetta var svona eitthvað svipað dæmi. Og það sem PayPal komst held ég að í þessu, og það bók sem Peter Thiel skrifaði sem heitir Zero to One, sem að, svolítið síðan las hana, en mér minnir að grundvallar prinsipið í henni gangi út af þegar þú ert að stofna fyrirtæki, hvaða distribution hefur. Og það sem þeir föttuðu mjög fljótt var að með því að tengjast eBay, þá gáttu þeir stóru ekki veltu eBay út af því að greiðslulausnin var svo mikið vandamál. Já. eBay pikkaði PayPal, náði fleiri transactions í gegn og þetta var svona win-win. eBay var stærri en Amazon þarna. Já, eBay var algjör rís. Ég man að það var einmitt. Sem að endanum gerir það verkum að eBay bara kaupir PayPal, þetta bara grunninnviðurinn. Einmitt. Og á þessum tíma þá fær hann sem sagt $175 milljónir í sinn vasa.
Þannig að þarna er hann orðinn vel auður, Já, múskarinn. Hvað fekk hann af þessum 307 þarna milljónum sem hann seldi hitt? Mástu það? 22. Já, það var 7% það af var 300. ekki meira. Nei, ekki meira. Já, 22 miljón dollar. Allt í lagi, svo 175. Já. Heyrðu, spólu núna árið tilbaka, hann var rekinn. Hvað gerir hann þegar hann er fráfarandi framkvæmdastjóri í PayPal? Já. Rekinn, milljarðamæringur, þegar hann slakar á? Nei. Skoðist í Rússlands með einhverjum félögum sínum, stofnaði SpaceX. Já, þeir voru einhverju... Var það í Rússlandi, já? Nei, þeir voru að koma frá Moskvu og voru held ég... Moskvu. Höfðu verið að skoða einhverjar eldflögar eða einhvern fjandan. Þegar hann fer... Ég held þetta sé mýta, það var einhver saga að hann hafi reiknað á pappír að eitthvað... Servíettusögur. Að hann hafi reiknað, sko... Alltaf þegar við, hvað heitir þetta? Þegar við skjótum upp eldflögum. Já, eldflögum. Út fyrir guðukolfið bara. Já, flottur, þú ert góður í þessu. Þá var svo mikil kostnaður í að láta þær aldrei lenda aftur. Einmitt. Og hann eitthvað hérna... Það hefur náttúrulega verið hans langtíma hugsjón, bara alveg frá byrjun. Já, ég kann ekki útskýrta. Þetta var basically hérna, hann var með eitthvað servéttu, kostnaður alltaf þarna, þetta er svo dýrt, ég ætla að gera þetta svona. Stofnaði SpaceX. Hann hlæri í dag. Já, selja PayPal 2002, kassar vel út og hann kemur inn í Tesla 2003. Þetta í rauninni þau tvö fyrirtæki sem að leggja grunninn á auðæfi hans í dag. Já, í dag. En pældu í, þú veist, hvað þetta er samt búið að taka langan tíma. Já, þetta er 2002 og 2003, hann er ekki nálægt í að komast inn á Forbes-listan bara þangað til, ég veit ekki nákvæmlega, kannski 2015. Meira segja, eftir ég las það, hvenær Tesla var stofnað, 2003. Ég las það núna áðan, stofnað 2003. Ef þú spyrð mér núna, hvenær heldur að Tesla verið stofnað, ég myndi samt segja svona 2016. Þótt ég vita á 2003. Út af því að maður bara hafði ekki hugmynd þetta. Það var svona tísku vara, þú veist, helst í hendur við bara títtnefnd lofslags áhrif. Já, en núna ætla ég að hlaupa til að fara að rappa þessu. 2006 stofnað Solar City, sem er hérna sólarsellurnar, bla bla. 2016, hann er langur í leiknum, 2016 Neuralink sem á að samina gervigreind við mannsheilan. Já, og það er byrjað, sko. Það er byrjað að hjálpa fólki, lömuðu fólki. Já, það er í rannsóknarfasa. Ég held reyndar að síðustu fréttir af því var að maður á ekki að hlæja þessu, ansi margir apar sem að hafa fórnað sér fyrir þann málstað, sko, sem er ekki fyndið, sko, en ég hef samt séð eitthvað vídeo, þú veist, auðvitað geti það verið fake news, eins og hvað annað, en eins og þetta væri byrjað að hjálpa fólki, sko, í alvörinni tala, sko, þú veist, kannski ekki á mænunni, en einhvers þar. Svo er hérna 2017 stofnað Boring Company sem ætlar að búa til göng milli helstu borga í Bandaríkjunum. Og ég held að þetta gangi út af að þú ert svona að skjóta þeim í svona tubes. Ég finnst þetta langsniðugasta sem hann hefur gert. Kom allt fram í þessu vídeo sem ég skoðaði, sko. Hvað hann væri að gera. Og þetta er náttúrulega bráðsniðut. Og hann er svo langur í leiknum, sko. Þú veist, þetta er eitthvað sem verður normið eftir kannski 50 ár, sko. Bara alveg að rappa þessu upp. Hann hefur mjög misjæmt orðspor, bæði sem samstarfsaðili og yfirmaður. Það eru margir sem tala fáránlega vel hann og bara kalla hann snilling. En aðrir sem bara tala þvílíkt micromanagement, óttastjórn, hann er með svakalegan skapása, tapa sér, bara eins og maður sér á Twitter. Já, líka bara e-mailin sem hann hefur sendt, sko. Og setur skrítinn fordæmið, og hérna er svona eitt dæmi 2018, þá ákvað hann að sofa í verksmiðju Tesla til að svona undirstrika og gefa öðrum dæmi hvað hann væri dugsamur og hvernig hann ætti að vinna. Bara svona, dæmi, þú vilt að fólki vinni einhverja 20-30 tíma á dag í verksmiðjunni. Þegar þú, sjeffinn, bara sefur þarna í einhvern sófa. 2018, það var svona eiginlega fyrstir ég fór eitthvað alveg að taka eftir hann þegar hann gerði allt vittlaust reykja grasi á Joe Rogan. Bara taka saman auðsefna, fór mig yfir aðan. Hann er með 175 miljónir 2002. Hann kemst fyrst á Forbes 2012 með 2B bandaríkjadollara. Sér það. Þetta er 10 ár hann. Já. Og svo kom ég inn á hann 27, byrjun 2020, 150 í lok 2020 og 300 í nóvember 2021. Þetta er ruglað. 75% í Tesla-bréfum. En þessum gæja er samt skít saman peninga, sko. Já, ég held það. Hann nota bara svo lítið af þeim. Já. Annað, hann fær ekki laun frá Tesla. Hann er með bilaðan starfskvatasamning. Sem dæmi, 2020 þá, heyrðu, ég ætla ekki að vera á launum, en í staðan er hann með einhverja fáránlega kauprétti. Og hérna 2020 fekk hann að kaupa 1% í Tesla á discount sem var hérna reiknaður
á hann með verðgildi bréfana 99 kom eitthvað Nei, upp á $800 million Já, afsláttur, diskantur, ég skilji Hvað var það í prósentum? 1% af, þetta var 1,6 milljón bréfa sem hann keypti og diskantin var var ekki bara betra að gera hann að launþega Við erum talsmenn launþegan Já, ég er náttúrulega ekki ég er ekki hluthafi Tesla eins og Twitter þannig að ég ætla ekki að fara að skipta mér að þessu En sko, svo er það líka Persónulega hliðin, nú ætla ég að loka þessu Ég vil langar að segja þetta, hann leigir íbúð bara einhver svona venjuleg íbúð Hann hefur talað um það að hann eigi ekki og hann var að selja á hann þessi húsi daginn eitthvað sem hann átti Hann bara leigir einhverja íbúð á stöðunum sem hann er að ferðast á milli Hann er líka einn af þessum milljónamæningum sem er með það sem ég held að heita á ensku asset-backed financing sem virka þannig og einn ástæðan fyrir að ég held að hann gef aldrei upp tekjur eins og þetta er út af því að hann veðsetur alltaf bréfin hann er að lána bankar og fjármálastofnanir Það er alltaf beautiful er alltaf að taka veð í bréfunum Borgar ekki skatt af þeim pening Nei, akkurat sem það lánaðan Nei, hann er alltaf að fá lán og ég held þetta sé orðið ansi algengt hjá mjög ríku fólki þetta er bara að ef það á bréf í fyrirtækjum sem eru bara búin að skyrocketa og virðast ekki ætla að fara á hausinn að þá er bankinn að hugsa þannig að þú bara lánar, við tökum bara veð í bréfunum sem er svo sem þekkist alveg á fjármálamarkaði menn eru ofta að veðsetja sig með en þetta eru svona orðið algengara einstaklingar sem eiga mikið nauð er að komast upp með þetta og mér skilst að hann ræti ansi hátt á þessu sko. Þú kemst bókstæðlega upp með þetta framhjá skatti með öllu þessu dóti sko. Já, það er það sem hann er að gera En einhvern veginn þarftu svo að borga lánin tilbaka og þú veist, og það er náttúrulega bara einhver arður skilur eins og einn góðu fasteignarsali sem ég hitt einhvern tíma ég ætla að borga skatta þegar döður og það gerist þá basically bara þarna þegar hann er dáinn Það er bara 60 ára langt lán bara Já, ég meina fyrsti maður sem mætir í jarðaföruna hjá honum með pappira í bankin sko, bara heyrðu hann skuldar okkur hérna 3% í Tesla Heyrðu, lokum hann á 10 börn með held í 4 konum Já, en nú er að bætast 2 við Nei, sko, og það er að stekta hann átti 6 2021 svo eignaðist hann 2 tvíbura með sikkori konunni árið 2021 og annað þeirra var bara komið ljós núna í júli sem er einn nánasta samstarfskonans og þar er verið að kasta upp sko hvað heitir þetta aftur þetta er nú ekki jafn algengt hérna heima að þú meir ekki vera að deyta samstarfsfélag hvort hann hafi brotið einhverja síða eða starfsmannareglur innan einhverja fyrirtækjunum hans því að hann er náttúrulega yfirmaður hann er toppurinn Heyrðu, til að toppa þetta allt þá var pappans ég veit ekki hvernig ég er að draga pappans inn í þetta pappans var að eignast barn með fóstursystur hans Já basically með fósturdóttur sinni fyrrverandi Jesús Kristur Já, og báðir er á sama máli að mannkyni þurfa að fjölga sér út af því að það muni þurfa fólk til að búa á Mars það eru hugsjónir Elon Musk ég hef áhyggjur á fólksfjölgun sko, þú veist, því að við verðum að vera komin á aðra plánetu áður en að það byrjar að spæka sko Já, ég ætla að vera með þetta hérna Við líkur hugsjónamaður samt Sko, ef að fólk vill vita meira þá googlar það bara Elon Musk dad 76 ára Confirm secret child with stepdaughter Hann heitir Errol Musk og svo var að koma hérna nýfrétt New York Post að hann sé tilbúin til að donata sperm to high class women Þetta er nett bil Þetta er vitleysa En svona er þetta En samt, þú veist, við þurfum svona fólk, skilur Þú veist, ok, hann er alveg bilaður alltaf En við þurfum svona fólk, við þurfum einhvern sem á fjármagn og er tilbúin að láta því eitthvað annað heldur en bara eitthvað þóttur og stríð, sko Ég meina, hugsaði hvað hann var langur Hann var komin inn í rafbílana 2003 Alltaf verið 10 skrefum undan, sko Hvað er margir gefist upp á þessu fyrir löngu? Já, ég segi það En, herru, við verðum náttúrulega að koma inn á nýju bakkilsis meistaran okkar Gústi vinur okkar Gústi Baga Það er nýtt bakari og veitingastafur Gömlu Lækjabrekku Bakari á daginn Matsölustafur á kvöldin Já, pítsastafur Og með kaffinu þarftu að sjálfsögðu alltaf gott bakkelsi Þannig að við viljum hvetja fólk bara til að kíkja í Baga og sömuleiðis ef að það má bjóða þér að kaupa hérna bara fyrir skrifstofuna. Já, þetta er frábært í föstudagskaffið. Frábært á kvöldin. Og ennþá betri ferðalagi núna þegar við flykkjumst út á land. Ég segi það. Komum við í Baga,
kaupa sér smá nesti Yes sir. og skutlast úr land. Baga. Ég með eitt kvót eftir Möskaran Já. til að loka þessu. Mér fannst þau ekkert merkileg. Nú. Það var örugglega skemmtilega að lesa upp eftir einhver tweet. Ætlar að þýðu yfir á íslensku? Nei, ég er búinn að því. En hann segir bara, þegar eitthvað er nógu mikilvægt, þá gerur það þó líkurnar séður ekki alltaf í hag. Já. Og þú veist, já, þetta er... Svona segir sér þetta sjálft, sko. Já, en hann hefur á tímabilum... En kvót frá honum. Já, hann hefur á tímabilum verið harðlega gagnrýndur fyrir að fara í framkvæmdir, verkefni, það sem að hann lætur fyrirtækin sitja mikla fjármuni á þess að vera með rekstrar eða viðskiptaáætlanir og eiginlega eru líkurnar að megninu til gegn honum en hann svona justifyr á því að hann er einhver ofviti sko, hann veit betur og... Þetta er eitthvað svona mesti burn the business plan gæði sem hún finnur sko. Já, það er gaman á honum. Hann er samt tóltið svona, hann er maður fólksins, klálega. Já. Að einhverju leiti. Hann er bara með her aðdáenda sko. Ég myndi náttúrulega elska að vera með honum í liði en það er bara ekki þannig í dag. Við erum bara... Já, þú fórst ítla út úr... Twitterinu? Já. Nei, ekki ennþá. Ég er bara á 0. Já, þú ert með dómaranum. Já. Heyrðu, erum við ekki bara tæmdir? Jó, ég held að. Óvinnu langur í dag, en góður var hann. Langur og laggóður? Já, langur og laggóður, nákvæmlega. Heyrðu, en eins og við viljum minna á, við erum konur í viku frí. Já, nei. Það er rauninni 2 vikna frá föstudagskaffinu. Það verður ekki ársendinga þáttur þriðjudaginn þar næsta og ekki föstudagskaffi næst. Nei, ég held að þjóni einhvern tilgangi að vera með 2 bauka á leiðin og þjóða til að hlusta á okkur. Nei. Ég að vera að hlusta á bara. Já. Mambo No. 5. Já, fá okkur skruf og lavazza. Já. Baka og muna aukakrónunar hvert sem þið farið. Yes, en við þökkum fyrir sísonið. Kæra þakkir í dag. Já, bless.